Góðan daginn, gott fólk. Velkomin í streymið hérna hjá okkur frá undanúrslitum Íslandsmót einstaklinga 2026. Sem fyrr þá var það Jóhann Ágúst hérna á línunni með ykkur. Ætla aðeins að fara yfir áður en við byrjum hvað við erum að fara út í hérna. Og kemur líka inn á það að þegar að upphitun hjá Keilurum hefst þá verður spiluð tónlist í húsinu sem þýðir að ég þarf að skrúa niður hljóðið svo við séum ekki hérna í einhverju höfundaréttavarðu vesinni. En við erum sérst að fara að spila undanúrslit. Efstu 8 konur og karlar keppa hér í round robin. Þar sem maður og mann. Skorið mun fylgja úr hérna forkeppni og milliriðli sem voru leiknir helgina. Þannig að skorið sem þið sjáið á Lintok verður ekki alveg 100% rétt af því að það er ekki að reiknin bónustígin sem er gefin fyrir unnin leik. Þannig að það er ekki allt gefið í þessu, en við reynum að koma hérna inn með einhverja tölur svona eftir hvern leik. Ítreka líka að það verður farið með skorið inn á Facebook-síðu Keilusambandsins, bara facebook.com Keilusamband, og þá munið þið sjá þetta þar. Það eru 2 streym í gangi. Annars vegar frá brautum 11 til 14 þar sem að karlarnir verða. Þeir spila reyndar á brautum 7 til 14. Hitt streymið er á brautum 19 til 22 þar sem konurnar eru og þær leika samt sem aður á 15 til 22. Efstu 8 og í tíma mögulega ekki, ég ætla að koma inn á eftir þegar þetta fer eftir að þessar upphittun er búin og fara hans yfir hverjir er að mætast í fyrstu viðureignum. En nú heyri ég að tónlistin er að fara detta hérna inn og þá þarf ég að huga því að klippa mig út. Sjáum við hérna í efra streyminu á 1922 að sjónvarpið er eiginlega búið að stilla upp sínu, fara í smá matarpásu núna meðan þau fara að keppa, en úrslitin sjálf milli efstu 3 karla og efstu 3 kvenna verða í beinni á RÚV 2 í kvöld og það verða þeir Almar íþróttafréttamaður og Hörður Ingi stórmeistari sem ætla að lýsa þar. Ég held að séu allir mættir inn í hús, rétt vonandi að þetta á bara að fara að byrja. Og upphitunin byrjuð, ég kem inn á eftir.
Þá upphitun lokið og við getum kveikt aftur á hljóðinu hérna í streyminu. Förum aðeins aftur við formatti hérna. Þetta undanúrslit karla og kvenna á Íslandsmóti einstaklinga 2026. Það þýðir efstu 8 karlarnir og efstu 8 konurnar að keppa hérna. Maður og mann, round-robin format. Í streyminu á brautum 11 til 14 erum við með karlana. Þeir spila samt á brautum 7 til 14. Streyminu á 19 til 22 eru konurnar þá. Þær spila á 15 til 22. Vill svo til í uppröðinni hérna að fyrstu leikirnir eru þannig að þeir sem voru 4 efstu hvoru megin eru utan streymis. Þannig að við erum að sjá hérna fyrsta leik það sem voru í neðri 4. sætunum. Sæti hérna 5 til 8. Þannig að við byrjum kalla megin að fyrsti leikurinn í dag milli Gunnars Þórs og Hafþór Harða. Þeir voru í efstu 2 sætunum. Þeir eru á 7 og 8 og brautu 9 og 10. Eru hérna svo mikið sem þeir Mikael Aron Vilhelmsson og Henrik Óli. Á 11 og 12 hérna í streyminu eru Matthías Leif og Hlynur Örn og svo Ásgeir Karl og Tómas Freyr. Kvennamegin á brautum 15 og 16 byrjaði Ólafía Klara Steinar Linden og Marika Lönnroth. Þær byrja hér. Ólafía Steinar er sérst íslensk-sænsk, við skulum fara þá leiðina. Og Marika er finnsk en með íslenska ríkisborgararétt. Já, og svo braut 17-18 þá eru Linda Hrönn og Hafdís Pála. Á 19 og 20 inn í streyminu eru Særis Erla og Guðbjörg Harpa. Nefnum Guðbjörgu Hörpu aftur sérstaklega því að hún er að koma alla leiðina frá Akureyri, býr þar, kemur hingað til þess að keppa í þessu móti. Bara shout-out eins og það segja held ég á hana að koma. En á braut 21 og 22 eru þá Bára Líf og hérna Steinunn Inga. Tölvusporið, það lítur út fyrir að vera sína rétta stöðu. Minna á það aftur að því að þeir taka með sér skorið úr mótunni hingað til, þar sem forkeppni og milliriðli, allavega neðan í undanúrslit. Þannig að talan sem við sjáum þarna samtalan efst uppi núna er rétt en eftir leikin verður hún rönga því að við þetta bætast bónustig fyrir unni leik. Það eru 20 pinnar fyrir unnin leik. Við ætlum að setja stöðin inn á Facebook-síðu Keilusambandsins, fara inn á bara facebook.com Keilusamband, leitaði þar og þá sjáum við stöðuna væntanlega eftir hvern leik. Síðan aftur ítrekum við að hérna klukkan 7 kvöld þá verða úrslit, byrjum á konunum, 3 efstu eftir þetta, byrjaði bara upp á nýtt, ára alveg nýtt mót. Leika 3, 1 leik lægsta skorið dettur út og 2 leika þá titilinn. Og þetta verður í þráðbeinni og stórskemmtilegri útsetningu á RÚV 2. Allir að tjúna þar inn, opin dagskrá, ekkert veginn. Við skoðum aðeins, þetta er nú bara náttúrulega rétt að byrja, þannig að lítið að segja hvernig þetta er að fara. Þeir eru hérna nánast á 13-14 í einhverju fellikeppni. Ásgeir Karl og Tómas. Matthías Leif er með 3. Henrik Óli og Mikael Aron er báðir með 3 á 9 og 10. Og sýnist Haffi og Gunni, þeir eru bara að skiptast á fellum. Marika byrjar á felli feikju 2 fellum, meðan Ólafía er að vinna með hérna feikjufellu, feikja glenna opið. Hafdís Pála 2 fellur, 7 feikja og sjá hvað gerum með það á móti opin fell og opin feikja. Já, hérna
á þeim. Svo sjáum náttúrulega hérna bara í streyminu hvernig þær eru að standa sig. En já, leyfum þessu bara að rúlla og komum inn á eftir.
komum aðeins hérna inn í streymin til þess að tala stöðuna allavega hérna hjá konunum á 15 til 18. Það er þannig að Marika að rúlla yfir Olívíu Klöru. Það eru konar í 10. rammann. Marika að stefna í 2.59 bara reyðlega og strækar út. Olívíu Klara fer í 200, nei, ok. Bara 160 og eitthvað, það fekk ljóta glænu. Hafdís Pála að ná tekur Lindu. Sjáum hérna í náttúrulega streyminu bara hvernig þetta að fara hjá konunum. Karlamegin náttúrulega vert að vekja athygli á því sem allir sjá á braut 11-12. Ég ætla ekki að segja neitt svo ég sé ekki eitthvað hérna. Sýnist síðan hérna Hinrik vera salta Mikael Aron. Þetta náttúrulega kalla bara bleintók hérna til hér hjá mér. Mattías komin í 9 í röð. Takk. Sjá aðeins. Já, Henning Óli að stefna á 2.79, þannig að hann að handlegg. Það vel verið að fara að stökkva hérna niður í smá vídeótöku ef að hérna Mattías ætlar að halda þessu áfram. Vonið það náttúrulega. Næsti leikur á eftir, þá eru Hlynur Örn og Tómas Freyr á 7.8, Mattías Leó og Ásgeir Karl á 9.10, Hafþór Harða og Hinrik Óli á 11.12, Gunnar Þór og Mikael Aron á 13.14. Hinamegin Kvennamegin Guðbjörg Harpa og Steinning á 15.16. Særós og Bárlíf í leik 2 á 17.18. Marika og Hafdís Pála á 19.20, Olívíu Klara og Linda á 21.22. En já, þar fór það í honum, það er 9 í honum. Sjá aðeins. Það dettur út skjárinn og 17.18 getur verið issue. Það er að segja að bíða starfsmönnum aðeins áður en að þau byrja því að Tölvuskor ekki að gera þetta rétt. Staffi verið að hafa sinn leik móti félagsinu Gunnari Þór. Hann undir eina fylgið viðbót. Já, þetta er alveg komið í hús. Staffi vinnur sinn, Hinrik vinnur sinn, Mattías Leó vinnur sinn. Ekkert alveg gefið hérna á 13.14. Ásgeir þó með 149 í 7. Og hérna
Tómas Sverrir með 151 í 8. en það hefur verið að skinnpatsa Ásgeir. Það hefur verið að líma hann saman, strákinn. Búin að vera í smá vandræði með fingurgómana þessar greið. Spila mikið, fylgir þessu og stundum nær maður ekki að gefa líkamanni tíma til þess að láta þetta gróa. En hann hendur bara í eina fellu og svona nánast tekur bara leikinn. Gæti orðið vandamál fyrir hann og eftir ef þetta helst ekki saman. Stelpurnar eru byrjaðar í leik 2. Já, innikantaði 279. Ok, þá er ein kameran farin að flippa hjá okkur, kíkjum að það. Hafðist að laga kameruna. Ég þarf að finna eitthvað nýtt út í þetta, eitthvað skemmtilegra. Ásgeir Karl vann sinn leik 227 mútið 209 og nótabene í þessu móti þó að maður sé að tapa leiknum, þá skiptir nú samt máli að skora þokkalega því að
Þetta pinnasöfnun, við erum að safna pinnum. Sjá, þeir eru bara að gera svo græði hérna strákarnir í næsta leik. Komum inn eftir smá þegar að staðan er komin á netið, förum þá að segja yfir hvernig þetta lítur út.
Afsækja þessa fjárveru hérna, séu stelpunir að konu í leik 3. Hún náðu ekki alveg hvernig þetta fór, var að laga Excel-skjalið hjá skrifstofunni. Kíkjum aðeins strákamegin að því að þeir eru nú að klára. Sjá, Hlynur Örn er á móti Tómasi Frey. Það er nú bara svolítið jöfn þarna. Ásgeir Karl verið að hafa Matthías Hinrik Óli lúkkar eins og hann sé að taka haffa. Það er allan að þegar hann vinna á 2 sem hvað gerist inn í 10. Jájá, tekur einu viðbót, konum með 3 í röð og Gunni með svo sem barnaglæruna þarna vinstra megin 125 og fella á móti 160 pluss. Núi, það er rétt náður þessu. Ok, þannig að hann er sæmlega yfir. Kíkjum aðeins hvort það sé komið með eitthvað skemmtilegt innan á fésbókina hjá okkur. Það er ekki. Þannig að köllum það aðeins inn. Sjá, það var ekki á þetta, þið Ingrid.
leikinn við með einu síðasta leik. Það ekki meira. Og hún felldi í 9. og svo 2 fellur og 9 í var eiginlega með tapaðan leik. Bara klára þetta svo. Á flottiskoti. Flottiskoti. Það er flott, já. Flott í gas. Það er sko ekki leyfið af neina klippingar hérna. Hvað sagði það? Leyfið af hvað? Klippingar. Nei. Nei. Þá eru konar lottótölur hérna á fésbókina, en áður en við förum aðeins í þær ætlum við aðeins að kíkja hérna kvennamegin hvað er í gangi. 15, 16 þá er hérna Sjás, það eru Hafdís og Særós, það eru báðar með fellu í 9. og Særós er 10 pinnum yfir. Ólafía Klara er að vinna Steinunni. Hafdís bara tengir inn í 10. Sjáum aðeins hvað hérna hún gerir þar. Þið sjáum þetta inn í streyminu. Bára er að ná Lindu og Guðbjörg Harpa er að taka Mariku. Særós fær 9.
Þannig að Hafdís Pála þarf einu viðbót. Hún getur alveg gert það. Haffi sendi 10 pinna tilbaka í rennuna. Ágætis leið til þess að takla hana fjárhans 10 pinna, það er bara hendar tilbaka. Hafdís tekur 9, 1.79, 1.80 sem þýðir náttúrulega að Sverós þarf að loka þessu og með 10 eftir. Annars tapar hún. Það tala hana hver pinna sem telur og hún missir hann. Þar fór það. Herðu, þá förum við aðeins á Facebookina og skoðum stöðun eftir 2 leiki á konum. Þar er Marga í 1. sæti, Særós Erla í 2. og Guðbjörg Harpa í 3., Bára í 4., Hafdís Pála í 5., Steinunn Inga í 6. og Lind í 7. Ólífa Klara skrifuð hérna í 8. sæti. Nei. Þetta er bara bara leikirnir í dag, það er ekki flýtt að skora þetta með. Þetta er kolvitlaust. Það er bara þannig. Það sem þú gullir að kommentar á, það er eitthvað. Grautvitlust bara. Það er enginn hérna sem kann á Excel, nema ég greinlega, það var að kalla á mig að fara í Excel-skjalið. Kíkjum á það, svo við höfum eitthvað gott að segja þarna á Facebookinni. Kemur nú eftir.
Sem sagt, staðan sem er hann inn á fésbókinni, það er bara staðin í leikjanum eins og eru núna. Flutt skor var ekki inni, þannig við ætlum að setja nýja mynd. En þá kemur ekki fram hvernig leikinni per se er að fara. Þetta er bara staðan. Og við verðum bara að láta það duga. Og hérna til þess að fá þetta rétt inn. Nei, við erum ekki alveg tími í þetta. Hvað er að frétta hérna? Matthías Leó og hérna Henning Óli. Matthías Leó getur max enda í 2.25 og meðan Henning í 2.45. Gunnar er ná 2.80 meðan að Tómas er í 2.46. Hérna inn í streyminu. Þar eru svo mikið sem þar eru hérna félagarnir Ásgeir Karl og Mikael, Aron og 11 og 12. Það gerir Mikael Aron. Verði það númer 7. Ó já. 7 fættur röð hjá honum. Kaffavinn á 2. Línum við opið í 7. Braut 13 heldur áfram að vera skemmtilega þegar hún hérna droppar alltaf pinna númer 9. Kvennastreymið, þar eru núna Linda og Guðbjörg Harpa að keppa á 15 og 16. Guðbjörg Harpa byrjar á 3 fellum og svo 9 fekju með 108 í 15 móti 75. Særós í streyminu. 3 fellur á 9. Steinunn Inga með 4 opna í röð á meðan að hérna Hafdís bara loka sinni 4. Já, fórum ekki yfir hérna 17-18 sem að Bárali og hérna Marika eru. Þar er jafnt bara. Jafnt hjá stelpunum. Sjá, skulum aðeins raða hérna kalla á allt að gerast. Kíkjum á stöðuna hjá konunum eftir 2 leiki. Nú er þetta komið rétt inn hérna á fésbókina. Aftur, við sjáum ekki hvernig leikinni fóru. Stakkar á stakkan á fésbók, bara eftir hvernig staðan er. Og það er það sem okkur langar að vita, hver er að fara í sjónvarp og eftir. Marika, fyrsta seti.
Ólífía Klara Steinunn í öðru og maður sjá, við ætlum að gera þetta svona. Linda Hrönn í þriðja. Já, sæll. Svo kemur bara hérna Báralíf í fjórða, 32 pinnum frá. Hafdís Pála 5., 34 pinnum frá. Særós Erla í sjötta, 36 pinnum frá. Guðbjörg Harpa í sjöunda, 43 frá. En Steinunn í 8. sæti og alveg 236 frá. Það töluvert hjá henni. Hvað það? Förum kalla megin eftir 2 leikina held ég örugglega, já. Þannig nú, 2 leiki. Með staðana Hafþór í 1. sæti, Gunnar í öðru og Hinrik Óli í þriðja. Mikael Aron í 4. og 62 pinnum frá. Matthías Leó í 5., 151 frá. Ásgeir Karl í 6., 194 frá. Hlynur Örn í 7. var komin í 237 og Tómas Freyr í 8. og 635 frá. Það aðeins meira munur þar. Enda voru þau svo sem 4 hann alveg í algjöru sérflokki í hérna forkeppni og fyllireinu. Þetta má sjá hvað að frétta hérna. Paffi ánægður með þetta hérna á 13. Sá þetta ekki en sá hann var ánægður. Skoðum hérna aðeins hvernig megin. Þær að klára sérst leik 4, kallarnir að klára leik 3, þannig að konur konum vel á undan. Guðbjörg Harpa að rúlla yfir hérna Lindu. Hún bara að stræka, hún að fara í 268 cirka bot og meðan að Linda í 170 með 7 glennu. Marika með 10 í 8. ramma sýnist mér og meðan að Báralífi komið með 3 í röð, 135 og 154. Það bónusinn eftir hjá Báru. Sýnist Tómas Freyr það hérna Gunnar á 9 og 10 og það Hinrik Óli hafi unnið Matthías Leó. Paffi að vinna sinnleik hérna uppi. Nei, missi 7. Ok, það fengum við að sjá það gerast. Mikael var líka sömuleiðis með 9 opið í 10. en endar í 233 móti 202. Það bara nokkuð spennandi hérna á 17 og 18 á Marika og Báru. Þegar Marika var með 9 feikju fellu í 9. Í 9. hérna Báru með 9 feikju. Það mun að pinna pluss bónus sem að Marika hefur. Og tengir.
Ólífía vann Særósu. Andís virðist vera að hafa hún tekur Steinunni. Marga þriðja fellan í rauðhjáni. Endar í 2:15 meðan að Bára fyrir max 2:04. Tómas er að vinna Gunna á 9:10. Það er svo mikið að gerast, þetta hljómar örugglega allt hálf samhengislaust hérna. Það eru konuna búin með 4 leiki eða klára núna 4 leiki og er að fara í 5. Strákarnir er að fara í 4. Kíkjum aðeins á hver er að mætast í 5. leiki á konunum. Á brautum 15 og 16 er það Bárlíf og Ólífía Klara. 17 og 18 er Hafdís Pála og Guðbjörg Harpa. 19 og 20 er Linda og Steinunn. 21 og 22 er það Særós og Marika. Strákarnir í leik 4. 7 og 8 eru Mikael Aron og Hlynur Örn. 9 og 10 er Ásgeir Karl og Hafþór. 11 og 12 eru Gunnar og Matthías Leó. 13 og 14 Tómas og Hinrik Óli. Gaman að segja frá því að það er fullt af fólki að horfa hérna á streymið. Það er líka fullt af fólki hérna upp í Geilavelli að horfa á þetta. Og það er pláss fyrir miklu fleiri hérna upp í höll þó það sé fullt af fólki. Þannig að endilega klukkan er korter yfir 6. Planið er að fara í útsettingu klukkan 7 á RÚV og okkur langar að sjá alveg bara fullt af fólki hérna í salnum. Einhverju aðeins hérna eftir uppfærðum stöðulista á netinu. Hér er komin staðan hjá kollanum eftir leik 3. Já, þetta breytist fljótt. Hafþór í 1. sæti. Gunnar Þór í 2. sæti, Mikael Aron í 3. sæti og Hinrik í 4. sæti. Hann vantar bara einn pinna, hann er einu pinna neðar en Mikael Aron og munum við fáum 20 bónuspinna fyrir sigurleik. Þannig að þetta verður fjör. Matthías Leó er í svo mikið sem í 5. sætinu, 111 frá Ásgeir Karl í 7. 183 frá
Hlynur Örn er í 7. Tómas Freyr er í 8. Konurnar eftir leik 4, þar er sem fyrr Marika í 1. sæti og hún er 156 pinnum frá 3. sætinu, eða svo frá 3. sæti. Olivia Klara er í 2. sæti, 56 pinnum frá. Guðbjörg Harpa er þá í 3. sætinu og Linda Hrönn er í 4. Hún er 72 frá. Hafdís Pála í 5. 75 pinnum frá. Bárlíf er í 7. 82 frá. Særós í 7. 87 pinnum frá og Steinun er í 8. sæti, 318 frá. Gaman að segja að Guðbjörg Harpa er búin að vinna allar sinna leiki. Það er þá að koma með 80 bónuspinna. Það munur það. Karlamegin hins vegar er þetta skiptast afskaplega jafnt fyrir utan það að Hlynur hefur ekki náð að vinna leik. Gunni og Mikael eru búin að vinna 1 leik, allir inni 2. Í kvennahlutanum 15-16 þar er Olivia Klara á móti Bárlíf. Olivia byrjar á 3 föllum, Bárlíf með 2 opna og svo feikju. 17-18 eru það Hafdís Pála og Guðbjörg Harpa. Hafdís með 2 fellur, 7 feikju fellu meðan Guðbjörg Harpa með 2 fellur og 8-1 og bera maður fella. Strákarnir niðri, þar er og sér nú bara í 4. ramma, þá er þetta bara jafnt, það er ekkert annað, bara jafnt eða mölu. Við förum aðeins út, komum inn á eftir.
gera slutinir alveg. Byrja hans hérna kvennamegin. Ólífía Klara að klára sinn leik á móti hérna Bárlíf. Eitthvað smá ströggla Bárum. Hafdís Pála að taka sinn leik á móti hérna Guðbjörgu Hörpu. Sjáðu í streyminu hérna Linda að taka steinni og Margrét eru 2-0-4, klára sinn leik. Stráka megin eða karla megin, hvað við að segja. Þar Mikaela Rún að vinna Hlín og lítur út að Hafþór vinni hérna Ásgeir, en ekki að það að klára þetta svo sem, það ekki það. Hafþór getur endað í 2.59 á móti 2.27. Í streyminu þá sjáum við að hérna Hinrik Óli einhverjum 20 pinnum yfir Tómasi Frey sem þó Tómas að vinna á 5 fellum og meðan hérna Hinrik á feikjum 8. að fara inn í 9. Nei, og Hinrik fær 7 glönnu 6-10 Sæll. Konurnar eru búin með sérleik hérna upp í streyminu og eru bara að bíða eftir að klári hérna 15-18. Gunnar fjórðafellin í röð. Þurft að þessar að halda til þess að setja pressun yfir. Tómas fær 7. Kastar hérna línlínu á Henrik. Það ekki mikið. Það fór 40 km hraði á honum, þetta kast. Já, Henrik. 2-0-3 í 9. og rammi. Hafþór opnaði hérna, hann opnaði 9. getur max átt í 2.26 en Ásgeir getur max átt í 2.27 sem að ég sagði. Það fipaðist Tommi út af einhverjum hávaðinn í húsinu. Pikkaði þetta upp. Ásgeir sáttu við sitt. Leikur svo mikið sem hérna 6 á konun, næst síðasta leikurinn. Á 15-16 Marika og Linda, 17-18 Steinun og Særós, 19-20 Hafdís Pála og Ólífía, 21-22 Guðbjörg Harpa og Bárlíf. Gunnar Þór hafði sinn leik 199 móti 196. Henrik Svar þessum opnarum með fellu, getur farið í 2.33. Já.
Hafþór með 8 þarna niðri. Ég ætla að segja kasta leiknum frá sig bara sérlega. Hvað gerir Ásgeir? Hann náði honum. Alveg tappað af í öskri þarna. Hvað gerir Tómas á 14? Vellir. Við erum 10 pinnum á þeim, hann er að já. Feiki hefur Hinrik og Tommi fyllir út, það er jafnt. Hann bara skiptaði bónustöðunum á milli sín, en hérna pinnarnir halda áfram að telja. Aðeins og háttinn hjá Hinrik, 7. Þrír, 6, 10 leið hjá honum. Hafþór endaði 2.15 og Ásgeir í 2.23. Svitalega. Það datt niður í hann. Hinrik er aðeins svestu niður bara. Það stendur þarna upp. Bara að klára. Það þarf að taka þetta því að hérna fór hlut á bónuspennunum. Sem það gerir. Þetta fór bara 38.5. Bara. Það gerir Tómas. 9 tapar með einum. Já, kallaði þetta. 2.22. Það er þig. Komin hérna staðan og konunum eftir leik 5, förum aðeins yfir það. Þar er Marga ennþá í fyrsta seti, Ólafía í öðru, Guðbjörg Harpa í því 3. Linda er í 4., 17 pinnum frá. Munum bónus 20. Hafdís Pála er í 5., hún er 21 pinna frá. Særós er í 7., 82 pinnum frá. Bárlið í 7., 131. Og Steinunn Inga í 8. með hérna 337 frá. Var ekki að byrja alveg ágætlega í þessu leik, komið 4, fellur og 9 á móti Lindu sem er með Glennu opið, sem sagt 9 fekk að fella aftur Glennu opið, 3. Glenna núna hjá henni, barnaglenna bara. Steinunn Inga á móti hérna Sverrissu. Það er hérna jafnt bara þar. Og strákarnir að fara af stað í 5. leik.
ágætt að hafa konundar en öðru settuna sem að sjónvarpið verður af því að þá eru bara búna fyrr og getum við byrja hérna að skreita. Sjáum hvort við erum komið með einhverja stöðu á köllunum eftir þennan leik. Gulli kommenti sem þú ert að setja inn á Facebookinu, við þarfum að skoða þetta eins. Það er ekki vist að þau séu að fylgjast með hérna með athugasemdum. Þannig að ég ætla aðeins að stakka út og tjekka á þessu skjali. Hérna fyrir gallastreymi þá er Tommi loksins kominn á blað, svona smá grín, hérna hann er kominn á skorlistan, verður þá aðeins yfir stöðuna eftir fjórleikja kvöldunum. Hafþór í fyrsta seti, Gunnar í öðrum, Mikael Aron í því þriðja, Henning Óli er í fjórða, 21 beina frá.
Þannig að þetta verður svona barátta á milli þess að þryggja alveg fram bara í lok, þar sem Gunnar Smika og Hinriks. Matthías Leó er í 5. Hann er 178 frá, þannig að töluvert mikið gerist til að það hreyfist eitthvað. Ásgeir Karl er í 7. seti. 203 frá, Tómas í 7. 208 frá og Hlynur í 8. seti. Látum okkur sjá hvort það sé eitthvað að frétta Gunna mín. Já, Marika er að vinna sín leik á móti Lindu. Sýnist að Særós Erla hafi unnið sinn. Ólífið er að vinna hátíðsbolum. Og Bára ætlar að styrja Guðbjörgu uppi. Já. Þetta heitir svona hingað og þangað sem er gaman. Það er gaman að þetta sé ekki allt hérna bara. Allt í einhverju lóðbundu línu. Karla megin á neðri settunum sem ekki er í streyminu. Þar er Ásgeir Karl með smá yfirhund á Gunna. Gunna er búinn að fá tvisvar 5 glennu. Taka 5 og 2 bæði tilökin. Hinrik og Hlynur, það er bara jafnt. Even Steven. Svo leiðis. Matthías Leó hérna í streyminu og móti Haffa tekur 4 og svo 7 glenna opið. Mikael Aron er hænumfitun á undan Tóma. Leikur 7 á konunum, förum aðeins yfir hvernig hann lítur út. Hafdís Pála og Borri er á 15 og 16. Guðbjörg Harpa og Ólífía er á 17 og 18. Steinun Inga og Marika er á 19 og 20 inn í streyminu og 21 og 2 eru það Linda Hrönn og Særós Erla. Þá er aðeins spurning hvort við fáum uppfærða stöðu fljótlega, það verður skráð inn. Allavega með við svona síðast, þá er þetta ekkert alveg gefið hver er að fara í hver verður í innbakassanum í kvöld. Það er gaman. Gaman að sjá hana Guðbjörgu Hörpu hérna á 17-18, hún er með uppáhaldsbolta upp á 27 í raða. Það er ekkert verið að taka eitthvað rólega á honum Leikur 6 á konunum, hann er kominn inn. Förum bara Marika, Ólífía, Hafdís, þar í efstu 3, svo koma Guðbjörg, Linda, Særós. Guðbjörg er 12 pinnum frá þessu. Linda er 16,
Særási 28, bara yfir 76 stemninga niðri. Látum okkur nú sjá. Guðbjörg er að spila á móti öðru setinu. Og Lind að spila á móti, hún er í 15 ára að spila á móti hérna 7. setinu. Og Hafdís á móti Báru, sko. Já. Ok. Ég maður sérna á strákuna neðri setunum. Ásgeir getur maxað út í 2.30 á móti Gunni getur maxað í 2.11. Gunni þó að vinna á 2 fellum. Ásgeir á feikju. Hinrik maxar út í 2.35 á móti 2.17 Linn. Okay. Munar því að Henning byrjar á 3 fellum. 2 tengingar. Streymið sýnir okkur að hérna þetta er svo sem jafnt hjá Mikael og Tómasi. Hafþór er 10-20 pinnum yfir Matthías Leó og þeir eru með fellu. Það ætti að vera 10 mínútur í sjónvarpið, en við verðum aðeins meira 10 mínútur. Ég held að það er ekki séns að byrja þetta, ekki nema við byrjum á konunum bara og kallarnir eiga þetta að klára. Ég held að það er hvort þeir að byrja fyrr í útsettingunni. Skiptir svo mikið alveg öllu máli þó að hérna, þó að konunir séu búnar að fara inn. Henning verður að taka sínleik. Hvað gerir Haffi hérna 14 og hátt 6-10 eftir en hann er samt 2 pinnum yfir sína manni. Það er ekkert hátt skor svo sem, þannig að það er líka Mikki fer yfir í Breiðholtið. Matthías Leó missi 10. Þar hættu við. Töluvert mikið eftir strákarnir.
Næsti leikur 6 hjá strákunum. Á braut 7-8 verða Hafþór og Mikael Aron. Á 9-10 verða Tómasur og Matthías Leó. 11-12 verða Hinrik, Óli og Gunnar Þór. 13-14 verða Hlynur og Ásgeir. Ásgeir vinnur sinnleik núna móti Gunnar. Hinrik að vinna Hlyn þarna niðri. Hvað gerir Mikki á 11? Tengir. Sterk tengir. Þrælsterk. Hafþór aftur og hátt inn fær 5 klemmu. Í 10. Þannig að hann í 187. Og Matthías Leó fellir 180. Þau farið 200. Affekundin í úrsköpunum verður að ná þessu. Næstu því. Fjarki stóð eftir 191. Ekki það Matthías Leó verður að fella. Breiðholt 8 Hlynnu, þannig að hann endar í max 190. Mikið inn í 10. Nátt 2 fellum. 3 leikur kominn. Skoðum þetta á konanum hann upp í streyminu. Lítur út að Marga sigli þessu inn þó að sé svolítið eftir jafnt hjá Lindu og Sverrósu. Hafdís Pálaði töluvert yfir Báru, einhverju 20 pinnum. Er að vinna á 2 fellum. Fyrir verið Breiðholtið og fær 9. Bára er að vinna á Feykju, beint á sinn 8. Já, Guðbjörg Harpa er að fara á 20 pinnum yfir. Og lifa felli bara. Það er ekkert vandamál. Sýnist þetta bara stefna í Marga Ólafía og og Guðbjörg, Bubba. Sýnist svo. Nú færa strákarnir sig fyrir leik 6. Sækja mig. Guðbjörg Harpa tengir í 9. Komið 2 og á meðan að Ólafía Klara er í Feykju.
Látum okkur sjá hvað að frétta hér. Guðberg búinn að vinna sinn leik, það nokkuð ljóst. Var eitthvað líka upp í streyminu. Og hérna Linda þar hvorki meira en ég minna en hérna til þess að sýnist mér til þess að vinna sinn. Hvað gerur hún? Gamla að segja. Já, tekur það. Vinnur á einu binna. Hún heldur betur ekki dauð úr öllum æðum. Ó nei. Ég ætla aðeins að hanga með streymið hérna hvernig meginn inn, þá getum við fáum stöðuna inn, lokastöðuna og sjáum þá hverjir að fara að koma inn í hérna sjónvarpið. Og það er aðeins eftir hérna á 15 og 16 það að klára hérna. Bára gæti farið 198. Og hérna Pátisbóla þarf að feikja honum með 9 og hann þarf að feikja þá fyrir honum í líka hérna 198. Rétt hittir 5-una. Rétt hittir íspinnan. Og hérna og það er bara að segja hvort kastið eftir. Vonandi 198. Bára þarf að fella til þess að jafna. Skipta bónusspennunum á milli sín þá. Hvað gerir það? Koma. Haha, 9. 10 stóð eftir, 197. Tölvöld að leikjum hérna sem hafa verið að vinnast bara á einu pinna. Við höfum einhver tíma að tala það að það skiptir máli, hver einustu pinni. Nú sýnist mér vera bara aftur hérna stopp með Ásgeir Karl og puttan á honum. Og nú Hlynur Örn. Sjáum við að þeir eru byrjar aðeins að græja hérna inn í sjónvarpið af því að við eigum að vera að fara í útsettingu núna. Það veldur truflunum hjá strákunum að það verður bara að hafa það.
Já. Heyra það hérna út undan hjá mér að það hafi munað sáralitlu, sýnist þetta vera komið eftir leikur 7, já, Hafdís Pála úti á einu pinna. Takk. Marika Olivia Guðbjörg, leikandi úrslita í sjónvarpinu eftir. Marika endar í fyrsta seti með samtals 4.563 pinna, eða 193 í meðaltal. Olivia Klara í öðru seti, 4.419, 188,65. Guðbjörg Harpa í þriðja, 4.281, 181,78 eða 181,8. Bingo. Hafdís Pála, fjórða seti, eina pinna frá. Linda Hrönn í fimmta seti, 42 pinnum frá. Særós í sjötta seti með 75 pinnum frá. Bárlíf í sjöunda, 98 pinnum frá. Steinunn Inga í áttunda seti. Eitthvað sér alveg geggja hjá þeim stelpunum. Það verður gaman að sjá þær spila núna í sjónvarpinu eftir smá stund. Við ætlum að tékka okkur út úr streyminu hérna á efri settunum og höldum því streymi í gangi hérna á 11-14 meðan þeir klára. Þannig að í þessu streymi á konunum, takk fyrir, bara drífu ykkur upp í höll og þið ómögulega komist á að horfið á RÚ 2.